við syngjum þetta öll saman. Það markmið okkar í dag, að lyfta nafni Jesú Krist hátt. Við lyftum Jesú nafni hátt, við lyftum Jesú nafni hátt, svo heimur fái sér, hann lifir í dag. Við lyftum Jesú nafni hátt, við lyftum Jesú nafni hátt, svo heimur fái sér, hann lifir í dag. Enginn annars en þú.
hrópa til drottins þú veröldin víg. Vexa við drottin, hann konungur hinn háreistu fjöll og haföldu sjávar ljóð, gjörð til þín. Ég hrópa af gleði, ég horfa á þín verk. Ást þín mikil, þú reistir mig upp. Ekkert betra en trúfesti þín við mig. Halleluja, við lofum þig drottinn Jesus. Halleluja. Svo yndislegt ég var að keyra hingað í kirkjuna í morgun og ég horfði upp á Skarðsheiði, talandi náttúruna sem að vegssamar drottinn. Ég veit ekki hvort að þið sáu Skarðsheiðina. Stundum bara lítum við fram hérna því hún búin að vera þarna frá því ég man eftir. Og svona einstaklega falleg og kannski vegna þess að ég var að koma á samkomu og upplifði ég svona þessa yndislegu lofgjörð og þakklæti til Guðs fyrir allt það góða sem hann hefur skapað og fyrir það að hann hér. Amen. Nú megið ég heilsa 2-3 og óskaðum blessunar drottins. Við þurfum öll á því að halda og velkomin á samkomu í Fíladelfíu í dag. Yndislegt að hafa ykkur sem eru hér í kirkjunni og ykkur sem eru með okkur í gegnum lindina eða í gegnum netið. Verið þið velkomin á samkomu. Við ætlum að eiga saman yndislega stund, fyrst og fremst með drottni og síðan hvert með öðru. Og nú þegar við höfum blessað hvert annað, að þá kemur bæn í litlum sálmi sem við ætlum að syngja. Og Óskar sendi mér póst eftir að ég hefði sendt honum á dagskrá samkomunnar og hann sagðist að verið að humma þennan sálmi í gær og hann ætlaði að hringi í mig og stinga upp á því að við tækjum þennan sálmi í dag. Þá var ég búinn að senda honum á dagskrána og þessi sálmur var þar. Svo við tökum það bara svona sem beina vísbendingu og í tilefni af gullbrúðkaupi góðra vina okkar, Jóhannesar og Maggiar, sem að þau áttu í gær, að þá ætlum aðeins að og við fréttum að því að þau beðið svona lag sem var aðeins djassað en það var engin djassar á staðnum, svo við ætlum aðeins að setja smá djasstón í þennan sálm í dag, svona í tilefni af gullbrúðkaupinu, bara pínulítið samt.
að Fanny Crosby samdi textan við þennan sálm að það hafði verið blind nánast alla ævi. Og ég hef oft ímyndað mér að hún sé að vitna í texta á ritningunni sem að fjallar blindamannin sem að satt við vegabrúnina og bað Jesú að stoppa við og mæta sinni þörf. Og þannig hefur það verið í gegnum tíðina að alls það sem að Kristur fer og það sem hann og vegna þess að við vitum að hann lifir og hann hefur lofað að vera með okkur alla daga, þá vitum við líka að hann gengur hér í dag. Og í svona stórum hópi þá alveg örugglega einhver sem upplifir sig í sporum blinda Bartimeusar eða sporum Fanny Crosby sem hefur þessa bæn: Drottinn, ekki fara fram hjá mér, ekki veita öðrum án þess að líta til mín. Og það hefur ekkert að gera með það að við viljum ekki að Guð blessi aðra. Við finnum bara fyrir þörf okkar og þessari þörf að Jesús Kristur komið til þess að mæta. Amen. Svo ef þú ert hér og þú ert í sporum hennar Fanny Crosby að þú vilt ekki að þetta tækifæri fari fram hjá, þá skulum við biðja saman og biðja fyrir öllum bænarefnunum sem að hafa komið inn, og þau koma inn í tugum á hverri viku, og bænarefnunum sem að þú ert með á þínu hjarta. Við skulum lyfta þeim upp til Drottins og biðjum saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Þú ert hér, Drottinn, til þess að vitja, til þess að snerta, til þess að reisa við, til þess að gefa von og til þess að gefa styrk. Og nú bið ég, Drottinn minn, á þessari stundu í dag, þegar við erum komið saman til þess að lofa þig og til þess að vegsama þig og til þess að gleðjast og til þess að fagna, Drottinn. Þá erum við líka meðvituð erfiðleika, Drottinn, sem að sumir eru að ganga í gegnum, sorgina sem að aðrir eru að takast á við, vonleysis, Drottinn, sem að fyllir veruleikan hjá mörgum, Drottinn minn. Og við biðjum þig að koma inn í þessar kringumstæður í dag. Og Drottinn, við biðjum þig fyrst og fremst að koma með þinn umvefjandi kærleika, Drottinn, til þess að við megum fá að finna og upplifa og skilja, Drottinn, að það er engin dagur og engar kringumstæður, Drottinn minn, þar sem að þú ert ekki með okkur, þar sem að þú ert ekki nálægur okkur, Drottinn, þar sem að þín hendi er ekki útrétt til að hjálpa og til þess að styrkja og til að blessa, Drottinn minn. Og þannig vil ég biðja inn í kringumstæður okkar hér, inn í kringumstæður þeirra sem að við leggjum fram sem okkar bænarefni, Drottinn. Komdu til að vitja, komdu til að snerta og komdu, Drottinn minn, til þess að blessa. Drottinn, þess biðjum við og við lofum að vexa með því í dag og þökkum þig fyrir þína nærveru, Drottinn minn, í Jesú nafni. Halleluja. Amen. Yndislegt að sjá okkur í dag. Við ætlum að taka fórn og á meðan við syngjum, meðan við tökum fórnina, ætlum við að syngja lag sem að kemur nú ekki úr hörpustrengjum en kemur svolítið úr tónlistarhefðinni hérna í kirkjunni, og gaman að sjá hann Árna Arinbjarnar hér í dag. Þetta er lag sem hann kendi okkur, heitir Mér í hjarta ómar lofsöngslag. Ég man alltaf eftir þessum sálmum og þessu lagi og hef haldið alveg ótrúlega mikið upp á þennan texta. Og á meðan við tökum fórnina, þá ætlum við að syngja öll saman þetta lag. Yeah.
Það komið tími fyrir börnin að fara niður. Mér langar að við stöndum öll á fætur áður en börnin að fara niður. Ætlarðu að syngja þetta meira? Gott að þið eru staðin á fætur. Gott að sjá ykkur öll í dag. Ég ætla að biðja hana Svanhildur að koma hingað aðeins upp. Svanhildur að fara á biblíuskóla til Ísraels. Og við ætlum að fá að blessa hana Svanhildi. Og áðan að sem sagt börnin fara niður, þá ætla ég að segja líka við þá sem í úlingafræðslunni, af því að sá sem átt að vera með ykkur í dag, hann veikur, og ég ætla að biðja úlingana sem í úlingafræðslunni að bíða aðeins uppi þar til brauðsbrotningin búin, og þá fer ég með ykkur niður. Gerum þetta þannig í dag, leysum þetta þannig. En Svanhildur að fara til Ísraels á biblíuskóla. Mér langar að við blessum hana. Ég afar þakkláttur fyrir það sem að Guð gert í lífinu, Svanhildur. Hvernig hann lyftir upp, reistir upp, settið á klettin sem að hann sjálfur, og þar stendur þú. Amen. Ég ætla að gefa þér orð sem í Filippibréfinu, 1. kapítólanum og þar frá versi 3. Ég ætla að tilenga það þér. Ég ætla að breyta þessu aðeins. Ég þakka Guði mínum í hvers skipti sem ég hugsa til þín. Og gjöri ávallt í öllum bænum mínum með gleði bæn fyrir öllum vegna samfélagsyðar fagnarendi frá hennum fyrsta degi til þessa. Og ég fulltreysti einmitt því að hann sem byrjaði í þér góða verkið munum fullkomna það allt til dags Jesú Krist. Og með þessari kveðju vil ég blessa þig og með bara fylgja þig til Ísraels. Þar meiru vaksa meira, eignast meira í ritningunni og í Guðs orði og rótfestast enn betur. Svo mér langar að við réttum fram hendina á mótinni Svanhildi og við blessum henni. Ég ætla að biðja hana Ester að biðja fyrir þér, Svanhildur. Amen. Og Drottinn Jesús, ég bara þakka þig fyrir hana Svanhildi, Drottinn. Þakka þig fyrir þessa yndislegu systir Jesús. Þakka þig fyrir að við megum umvefja hana, Drottinn. Bara þú fer að undan henni og þú bara umkringir hana, Drottinn. Og lefðu þessi tími, Drottinn minn, verða alveg sérstakur tími í lífið hennar. Það sem hún fær að upplifa eins og María, að hún sítur bara við fætur þínar, Drottinn. Og fær að nema, Drottinn, allt það sem þú vilt gefa henni, allt það sem þú vilt kenna henni og þú vilt leiða henni áfram, Drottinn minn. Ég lofa þig fyrir það, Drottinn minn, að þú mun blessa hana, þú mun styrkja hana og þú mun vera með henni, Drottinn minn. Og leiða hana örugt heim til okkar aftur, Drottinn. Í Jesú nafni, blessaðu hennan tíma, blessaðu fjölskylda hennar, Drottinn, og vertu með þau öll, Jesús. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Já. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Mér langar að bara kveðja, því að ég að fara í burtu í 3 mánuði. Og mér langar bara að þakka ykkur fyrir samveruna. Ég elska ykkur öll. Ég eins og Vörður sagði að þá Guð búinn að snúa mínu lífi frá hvolfi og upp í bara hátindi. Og nú ætla ég að fara að setjast við fætur Jesú eins og Ester sagði og fá virkilega að nema og læra meira. Og mér langar, hún dóttir mín sem nú algjör snillingur í bakstri, hún var fram á Rauðanótt að baka og skreita. Þannig að við ætlum að bjóða upp á smá kökur niðri eftir samkomuna. Og svo fékk ég leyfi til þess að því að þetta kostar svolítið mikla peninga og ég á ekki mikið af peningum, að þá svona sameinaði ég bæði það að geta þjónað og reyna að fá smá pening sjálf. Og ég tók að mér að selja merki fyrir Samhjálp. Og Samhjálp hefur hjálpað mér mikið. Og ég á Samhjálp mikið að þakka. Þannig að ef að þið hafið huga á að kaupa merki á eftir, þá verð ég með merki niðri og þá
styrkið bæði mig og Sjónhjálp. Þannig að ég vildi bara svona að vissi að því að ég var búin að fá lyf fyrir því. En ég bara þakka ykkur ofsalega vel fyrir allt sem þið hafið gefið mér og það svo seint ekki lítið. Og ég bara bið Guð að blessa ykkur öll í Jesú nafni. Amen. Amen. Nú gerum maður eitthvað sem bara kemur upp í huga strax og tökum bara aðra fórn fyrir hana. Lefum bara bökunum að fara aftur til sem að vilja blessa hana. Bara blessið hana Svanhildi. Gefum ykkur tækifæri til þess að blessa hana Svanhildi á Biblíuskólan. Tökum bara Jesús mikil ástæð. Við leyfum bökunum að ganga og börnin fara niður bara. Við ætlum að syngja Jesús mikil ástin. Leyfum börnunum að fara niður og fyrir þá sem taka fórnina, þið vildu leyfa þeim bara að ganga meðan að við erum að syngja þetta lag. Undirbúa brauðsprotninguna að gera sig tilbúna og svo höldum við áfram að lofa vegsama Drottin og Vörður kemur síðan og stýrir brauðsprotningunni og samkomunni áfram. Mikil
bætar en lífið þú það veit ég vel. Allt sem ég þarfnast ég fæ hjá þér, hjá þér. Bætar en lífið þú það veit ég vel. Allt sem ég þarfnast ég fæ hjá þér. Halleluja. Amen. Takk Jesús. Amen. Þarna kom það. Halleluja. Skulum lesa í fyrra Korinthubréfinu 10. kapítlunum á frá versi 16 sem segir: sá bikar blessunarinnar sem við blessum, er hann ekki samfélag blóð Krists? Og brauðið sem við brjótum, er það ekki samfélag líkama Krists? Af því að brauðið er eitt, erum við hinir mörgu einn líkami, því að við höfum allir hlutdeild í einu eina brauði. Og svo frá 11. kapítlunum: því að ég meðþekki frá drottni það sem ég hef kennt yður. Nóttina sem drottin Jesús var svikinn, tók hann brauð, gjörðu þakkir, braut það og sagði: þetta er minn líkami sem er fyrir yður. Gjörðu þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði. Gjörðu þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar drottins óverðulega, verður þess vegna sekur við líkama blóð drottins. Hver maður prófi sjálfa sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum. Og þetta er það sem við viljum leggja áherslu á, að við skoðum okkur sjálf, við rannsökum okkur sjálf. Hvar stend ég gagnvart Guði? Jesús gaf allt. Jesús fórnaði öllu til þess að við mættum eignast líf, til þess að þú mættir eignast eilíft líf með honum. Hvað gerir ég svo með þetta? Og það er það sem við þurfum að skoða. Hvernig er líf mitt? Þema kirkjunar þessa vorun er helgun. Við þráum að kirkjan sé heilög, að við nálgust Guð meir, eignust meira á honum, að við séum salt sem að hindrar rotnandi heim, við séum ljós sem að lýsir öðrum í myrkrinu. Það er það sem að Guð hefur kallað okkur til og við eigum að vera. Og núna erum við göngum að borða drottins og minnum okkur á þessa einföldu máltíð, en við erum að minna okkur á Golgataverkið, við erum að minna okkur á það sem hann gerði. Hann gaf líkama sinn. Og mér langar að segja við ykkur sem að eru sjúkir í dag, leið og takið af brauðinu, takið þá bara í Jesú nafni við lækningunni líkama ykkar. Hann gerði þetta á krossinum á Golgata. Hann tók alla okkar sjúkdóma. Þegar við neytum af bikarunum, minn okkur á blóði sem að rann fyrir mína syndir og þína syndir. Hann reinsaði allar okkar syndir. Og þetta er það sem við skulum gera. Við ætlum að ég ætla að biðja ykkur að koma fram í tvöfaldar röð. Við standa hér með brauðið og saftið, og við Helgi munum standa hér og biðja fyrir þeir sem að vilja fá fyrirbæn. Munum smyrja með olíu, göngum út á orð drottins. Amen. Drottinn, við þökkum þér fyrir þinn líkama sem var brotinn okkar vegna.
Þakka þér, Drottinn minn, fyrir að þú tókst okkar syndir á þig, þú tókst okkar byrði á þig, Drottinn. Og þakka þér fyrir lækninguna sem er í líkama þínum, að eins og við erum mörg, þá verðum við eitt í þér. Þakka þér fyrir að þú tókst á þig dauðan svo við myndum eignast líf. Takk fyrir að þú varst yfirgefinn svo við yrðum aldrei ein. Takk fyrir það að þú varst harmkvæla maður og kunnugur þjáningum, svo við getum upplifað huggun Guðs í þér. Drottinn minn, við þökkum þér fyrir fullkomið Golgataverk. Þökkum þér fyrir fullkomið náðaverk í Jesú nafni og við meðtökum það í dag í trú. Amen. Já, Drottinn minn, ég þakka þér fyrir Golgataverkið, Drottinn Guð, þegar þú tókst fyrir syndir okkar, Faðir minn, þegar blóðið þitt rann, svo við mættum eiga lífið þér, Drottinn Guð, og fyrirgefningu syndana heilagi, Faðir minn. Þakka þér fyrir, Drottinn Guð, að þetta verk þitt, Drottinn Guð, það hylur allar syndir og fyrirgefur okkur allar syndir, hreinsar okkur á allri synd, Drottinn minn, í eitt skipti fyrir öll, Faðir. Þakka þér fyrir, Drottinn minn, þú þarft ekki að gera þetta aftur, Faðir minn. Verkið þitt er fullkomið. Hjálpa okkur að meðtaka þetta, Drottinn Guð. Fullkomið frelsisverk þitt í Jesú nafni. Amen. Halleluja, amen. Langar að segja við ykkur sem að eru að hlusta á samkomuna eða horfa á hana. Þið getur verið með okkur í þessari máltíð. Það sem þið eru heima, hvort sem að þið, í hvað kringumstæðu sem þið eruð og viljið vera með okkur í máltíðinni. Að finna ykkur, saft eða lítið keks og vera með okkur þannig. Amen. Enginn sem þú, enginn annar getur elskað sem þú. Alla eilífð get ég leitað og séð, Jesús, enginn sem þú. Jesús, enginn
alla eilíð get ég leitað og séð. Jesús, enginn sem þú. Kristur hér við krossinn þig, kærleikslindin streymir, ángur væntum sem þig, öllum huggun
Halleluja. Yndislegt að fá að vera með á brauðsbrotningu þegar fjölskyldan kemur saman til þess að eiga samfélag. Og ég tók eftir því þegar að fólki var að ganga þetta fram hjá að það var óvenju mikið af Vestmannaeyingum í salnum. Það er innrás frá Vestmannaeyjum auðvitað. Og fremstur fyrir aðal Vestmannaeyingurinn Geirjón Þórusson. Svo fylgja aðrir sem hafa fæðst og búið þar. En verið velkomin líka frá Akureyri, systkini þaðan. Og bara öll þið sem eru hér í dag og þið sem eru nýja þessari stund í dag. Ég vona að þið finnið ykkur heima. Við viljum að þetta sé samfélag þar sem að við getum slakað á og notið og leyft Guði að gera það sem að Guð einn getur gert. Amen. Og við ætlum að fá hann Helga. Við ætlum að fá úlingana niður sem sagt og vörður. Leiðir þau, úlingarnir sem eru í úlingafræðslunni. Ef þau fylgja verði þetta niður og Helgi ætlar að koma og gefa okkur Guðs orð. Ég verði að sætta ykkur við þessa snúru. Ég var á yndislegri samkomu í Noregi síðasta sunnudag sem var fyrir ung fullorðna sem svona nýir á íslensku. Fólk á svona aldrinum 20 til 35 ára. Það voru 900 manns sem mættu á samkomu og það var ekkert sérstakt að vera þó ég væri þar. Það komið samt, ég var bara gestur. Og þar ég fekk að sjá svona samkomuplani hjá þeim og þar byrjaði á samkoman byrjaði kl. 7 og frá 19:00 til 19:02 var nóðetíð og þeir eru svona hálf liturgískir í Fíladelfíu í Ósló, þannig ég held að þetta væri einhver svona sérstök bæn frá 3. öld eða eitthvað. Nei, það var satt bara ákveður að byrja 2 mínútum of seint. Þetta var náðatíð. Mér finnst svo fyndið, þú ert orðinn skipulegur þegar þú ert að skipuleggja að byrja 2 mínútum of seint. Og og ástæðan ég voru að hugsa þetta er í annað skipti sem ég ætla að predika og ég næ ekki að setja með þetta apparat eftir brauðspurningu, þannig að næstur að setja Helgi fyrir afsíðis og setur á sig apparat 2 mínútur náðartími, amen. En þetta virkaði, þið heyrið í mér og þetta stendur ekkert rosalega mikið út á ská, ég er ekki alveg eins og geimvera en við skulum biðja saman áður en við förum í orðið. Drottinn minn, þakka þér fyrir yndislega ljúfa nærveru þíns heilaga anda sem er hér í dag. Og við þökkum þér svo mikið Drottinn fyrir náðaverki. Þakka þér fyrir Jesú blóð sem hreinsar okkar af allri synd. Þakka þér fyrir að verkið er fullkomnað Jesús. Þakka þér fyrir það sem aðskildi okkur frá þér, Drottinn minn, er algjörlega burtu tekið. Og refsingin sem við höfum til unnið kom niður á þér, Jesús. Og takk fyrir þú lítur ekki á okkur sem eitthvað fólk sem er á einhverjum síðasta séns. Við erum börn, við erum synir og dætur hins æðsta Guðs. Takk fyrir að við erum algjörlega hrein. Við erum algjörlega tekin í sátt. Og við erum svo endurnýjuð að við erum ný sköpun í þínum augum. Þökkum við fyrir það undur og þökkum við fyrir þá náð í Jesú nafni, Drottinn minn. Og ég biði Faðir að þú talir í gegnum þitt orð, með þinn heilagi andi blása lífi í okkur, Drottinn, í gegnum þitt orð og með þitt orð taka bólfestu í hjarta okkar og bera ríkulegan ávöxt. Í Jesú nafni. Amen. Og amen. Brauðsbrotningar eru inspírerandi samkomur. Við erum í Rómverjabréfinu. Við erum stödd í 10. kafla og við ætlum að taka bara allan kaflan. Það er aðalega 1 vers sem við ætlum að tala en við ætlum að fjalla allan kaflan. Og maður er svo tæknivætur að ég gleymdi því að þýðingin í borðinu er gamla góð 81 og ég ætlaði að styðjast meira við þessa nýju. Það er orðalag það sem hentar betur en þá bara segjum við þetta í minni. Þetta er nú allt sama biblían og það sé aðeins öðruvísi orðalagstundum.
En við lesum fyrstu 3 versin í Rómarbréfinu 10. kafla og það segir: Bræður, þetta væri nú systkin í nýju þingunni, strax komið, bræður. Það er hjartans ósk mín og bæn til Guðs að þeir megi hólpnir verða. Það ber ég þeim að þeir eru kappsfullir Guðs vegna, en ekki með réttum skilningi. Með því, nei, náðin er ný á hverjum degi. Takk fyrir þetta, bróðir. Þetta er biðjið og yður mun gefast. Og þá byrjum við, systkin. Það er hjartans ósk mín og bæn til Guðs að þeir megi hólpnir verða. Það ber ég þeim að þeir eru heitir í trú sinni á Guð, en skortir réttan skilning. Þeir þekkja ekki réttlætið sem Guð gefur og reyna því að ávinna sér réttlætið sjálfir, því þeir hafa ekki gefið sig á vald réttlætinu frá Guði. Og hérna komum við aftur því sem var fjallað svo vel í 9. kafla og í öllu sem rennur upp að þessu. Það er þessi spenna innan kirkjunar í Róm, milli þeirra sem eru aldrei upp gyðingar og eru svona orginal kristnu og allt nýja fólkið sem kemur inn og kann ekki reglurnar og kann ekki hefðirnar og þekkir ekki guðfræðina og kann ekki lögin og veit ekkert hverju þessi Vestmanningar eru, veitir. Fólkið sem er ekkert inn í þessu, hélt bara að væri vakning, svo er það bara Vestmanningar. Nei, er komið annað gos. Nei, það er bara hátíð í Hörpu. Þú veist, allt þetta fólk sem kemur inn og það þekkir ekki hefðirnar, það þekkir ekki reglurnar og það myndast þessi spenna, býttu nú við. Þessi maður er ekki með svona krullu barta og hann fær að deila út brauðspotningu. Ég er ekki alveg sátt við þetta. Þið áttu ekki bænasjál. Hvað er það? Það er svona að stangast á ólíkir heimar. Og Páll er að útskýra ástæðan fyrir því og hann er að segja sko, ég þrái svo heitt að sjá fleiri af mínum ættmönnum gyðingum frelsast. Og hann segir ástæðan fyrir því, ein ástæðan fyrir því að það er svona ákveðið haft. Það voru þar mjög margir sem tóku trú, við meðum ekki gera lítið í því, það var alveg ótrúlega margir. Ástæðan fyrir það var svona ákveðið haft að þeir sáu þetta ekki allir, var svona eins að segja hér að þeir vildu ekki, þeir gátu ekki beygt sig undir það að hjálpræðið er af náð, að það er óverðskuldað, að þú getur ekki unnið að reyna, að sama hvað þú þekkir hefðirna vel, sama hvað þú kannt biblíuna vel utanbókar, sama hvað þú kannt vel að hegða þér, þú átt að aldrei meira skilið en næsti maður út á götu. Þú átt að aldrei meira skilið en sá sem er nýkomin inn og nýbúinn að kynnast Jesú og er ennþá bara, veit ekki alveg hvað bænasjál er, bara er að vaska upp inn í eldhús og grípur bænasjál. Bara langt viskustykki og bara helgispjöll, veitir. Hann er jafn hólpinn, hann er jafn frelsaður, vegna þess að réttlætið er ekki eitthvað sem ég bý til, það er eitthvað sem Guð gefur og hann gefur það alltaf fullkomlega. Það er alltaf algjörlega gefið að Guði. Og það var 9. kaflinn, við mætum Guði á hans forsendum, ekki á okkar forsendum. Ekki ég sem er ekkert svo slæmur, ég er alveg ágætur. Í augum Guðs er ég syndari sem þarf að fá fyrirgefningu. Í augum heilags Guðs er ég eins langt frá hjálpræðinu og ég mögulega get komist. Saman þó mér finnst ég vera sko millimetr nær en einhver annar. Þegar við erum að tala stjarnfræðilega vegalengd, það er bara millimetr ekki neitt. Veitið, ég er pínlítið betri en ég er jafn langt frá því. Við komumst ekki til Guðs nema á Guðs forsendum í gegnum náð Guðs. Og ég hélt alltaf, eins og ég sagt þetta áður, það var mér mikið þegar uppgötun, ég hélt alltaf að, sko, við erum að tala svona helgun hefur verið áherslan og verður núna í vor. Ég hélt alltaf að það væri hneyksli. Já, býtum, á maður ekki að gera þetta og á maður ekki að vera svona og maður að halda sig frá þessu. Það væri svona hneykslið. Og svo oft talaðum sko að náðin sé hneyksli og ég svona skildi það aldrei. Þangað til að maður átt að sjá það, ég svona kveikti á því, já, þó ég sé búin að vera kristinn í 30 ár, þá er ég jafn háður náðinni og sá sem er nýfrelsaður. Já, sama þó ég hafi gefið 1000-falt meiri tíund en einhver annar, þá ég er jafn háður náðinni. Já, sama þó þessi hérna sé ennþá að ströggla við þetta sem ég sigrast á fyrir 10 árum, ég er jafn háður náðinni. Það er hneyksli í okkar augum. Ég nú bara unni mér hérna, ég keypti þennan stól, vinur minn, fyrirgefðu, það er bara, ég á pípu í þessu orgeli, vinur, ég á hérna, ég á eitthvað rétt, nei, þetta er bara náð, þetta er algjörlega af náð og náð er gefins og náð er fyrir alla og við lesum vers 4-11, eins og ég segi hérna nú aðalega svona pínu, já, þá komum við svolítið að kjarna málsins, 4-11. Og hérna kemur versið, ástæðan fyrir ég vildi, sko bara lesa þetta í báðum þýðingunum. Í gömlu þýðingunni segir, en Kristur er endalok lögmálsins.
í 9 segir, en Kristur leiðir lögmálið til lykta. Og ég útskýra eftir af hverju þetta skiptir máli. Svo að nú réttlætist sérhver sá sem trúir. Móse ritar réttlætið sem lögmálið veitir, sá maður sem breytir eftir boðum þess mun lífið fá af því. En réttlætið af trúnni mæli þannig, segð þú ekki í hjarta þínu, hver mun fara upp í himininn, það til að sækja Krist ofan. Eða hver mun stíga niður í undirdjúpið, það til að sækja Kristi frá dauðum. Hvað segir það þá? Nálægt þér orðið í munni þínum, í hjarta þínu. Það orð trúarinnar sem við predikum. Ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, verður þú hólpinn. Með hjartanu trúað til réttlætis, með munninum játað til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem á hann trúir verður aldrei til vansæmdar. Þetta ekki flókið. Það snýst fyrst og fremst, eins og Jesús segir, sælir fátækir í anda, því að þeirra Guðsríkið. Hvað þýðir það? Að vera fátækur í anda því við gerum okkur grein fyrir þörf okkar fyrir Guði. Þegar ég kem ekki til Guðs og segi, Guð, sjáðu mig, ég stórkostlegur. Ég veit, þú þarft svona tæknilega séð af lögformlegum ástæðum að frelsa mig, en ég nú eiginlega með þetta sjálfur. Svona til að þú lítir vel út, þá skal ég leyfa þér að kvitta þetta undir papírinn. Ég þarf eiginlega ekkert á þess að halda. Nei, Guð stendur gegn dramlótum, en auðmjúkum veitir hann náð. Auðmýkt, hógværð, að ég geti komið til Guðs og viðurkennt, nakinn kem ég og nakinn fer ég úr þessum heimi. Ég ekkert án þín Guð. Ég algjörlega háður því að þú frelsir mig. Ég aumur maður. Hver getur frelsað mig frá þessum dauðans líkama, lásum við kafla 7. Vitið, að koma til Guðs og játa það, ég þarfnast þín. Það skref númer 1. Og þá getum við játað að Jesús drottinn. Þá getum við játað að hann frelsarinn. Af því við játum að við þurfum frelsara. Við játum að við þurfum náð. Og þá getum við orðið hólpin þegar við treystum því að það nóg. Ég treysti því að Jesús Kristur nóg. Ég treysti því að skrefið sem Guð tók nógu stórt til að brúa þetta óbrúanlega bil. Guð sjálfur sýnir okkur, það bara ein leið til. Og þetta líka hneyksli í dag. Það bara ein leið til Guðs. Það ekki margar leiðir, mislangar. Við erum ekki að fara ólíkar leiðir upp sama fjall. Það bara ein þröng leið til Guðs. Jesús sagði, vegurinn mjór og fáir þeir sem finna hann. Vegurinn sem liggur til götunar, hann breiður og margir þeir sem feta hann. Og ástæðan fyrir því að ég segja að það bara ein leið til Guðs, skoðu öll heimsins trúarbrögð, ekki eitt þeirra boðar náð. Engin trúarbrögð önnur en boðskapurinn Jesú Krist kennir náð. Það alltaf verk. Þú biður 5 sinnum á dag, þú gefur ölmusu, þú fer til Mekka, þú gerir hitt og þetta, þá kannski sleppur í gegn. Þú afneitar öllu jarnesku, þú neitar mannlegar langanir, þú hugleiðir, þú fastar, þú borðar ekki dýr, þú síjar vatni svo þú drekkir ekki óvart mýflugu, þá kannski sleppur í gegn eftir kannski 1000 líf. Vitið, allir boða verk. Allir boða, þú vinnur þér inn. Þetta ferli, þú ferð upp á við. Samkvæmt Jesú Kristi bara ein leið til Guðs. Hann sjálfur. Jesús Kristur eina leiðin. Bara gegnum náðaverk Jesú Krist. Og þá kemur þetta vers, en Kristur leiðir lögmálið til lykta. Ef Jesús endalok lögmálsins, þá kannski kemur þetta, já, nú bara lokum við þessari bók og við þurfum ekki að lesa hana framar, hún skiptir ekki máli. Jesús endalokinn, nú má bara hendin í ruslið, hún búin. En Jesús leiðir lögmálið til lykta. Orðalagið, þetta eins og Jesús það sem að lögmálið bara benda okkur á. Jesús það sem allt lögmálið, þegar það saminast í einum brennipunkti, þá það Jesús. Jesús takmark lögmálsins. Jesús marklína lögmálsins. Lögmálið á að leiða okkur til Krists. Af því fyrir lögmálið kemur opinberun á synd. Wow, hvað ég uppfyll ekki staðla Guðs. Lögmálið hjálpar okkur með það. Bara, wow, hvað þetta langt frá mér. Fyrir lögmálið, 3. Mósebók 19. kapli, elskaðu náungan eins og sjálfa þig, vitið, út í gegnum lögmálið, þá sjáum við svona, þetta svo sólstafir sem brjótast í gegn
kærleikur Guðs, náð Guðs, miskunn Guðs. Jesús birtist okkur hægt og rólega gegnum lögmálið. Við verðum hólpin af náð, við erum hólpin af trú. Allt lögmálið uppfyllist í Jesú. Hann afnam það ekki, en hann birtist í því. Fórnarkerfi Gamla testamentisins, það er í fullu gildi. Það er bara uppfyllt í Jesú Kristi. Hans fórn er fórnin, vitið þið? Það er ekki þetta að bara við afnumið, það uppfyllist í Kristi. Guð hefur ekki breyst. Guð er hinn sami, hann er ennþá heilagur. Það er ennþá aðskilnaður ef við lifum í synd. Það er ennþá dómstagur þegar við deyjum, vitið. Það verður uppgjör, en Guð er kærleiksríkur. Og hann vill að allir menn verði hólpnir og komast til þekkingar á sannleikanum. Þannig að réttlætið sem uppfyllist sem fæst í Jesú Kristi er þegar við játum, ég geti þetta ekki sjálfur. Ég næs aldrei sjálfur, ég ætla að treysta á Jesú. Ég geti þetta ekki sjálfur, ég ætla að koma í gegnum hann. Og svo kemur þetta, og það er svo fyndið með okkur vestrana menn, þetta er þægilegt vers. Ef þú játar með munnið þínum Jesús er drottinn og trúir í hjartaðinu að Guð það uppvekinn dauðum, verður þú hólpinn. Og þetta túlkum við sem svo, frábært, trúin er einkamál. Ég bara játa þetta með munninum, trúi sér hérna djúpt inn í hjartanu og þá er ég frelsaður í leinum. Og faðir minn sem sér í leinum, hann umbuna mér. Hafa ekki heyrt það vers? Þetta fjallar bæna. Það er svona, já, trúin, þetta er eitthvað sem ég á bara fyrir mig. Ég trúi í hjartanu. Og hjartað, maður deilir ekki hjarta sínu með hverjum sem er. Og það er svolítið búið, eiginlega, mér finnst það mjög gott í Noregi. Svo segir hún aðeins meira á því. Það var hérna Bandaríkjamaður, hann kom með svolítið rétt sem hann sagði. Hann sagði að það er búið að selja okkur þá lygi að við búum í veraldlegu samfélagi. Það er að segja svona, hann nota orðið sekular, að það er ekki einhver kirkjan sem stjórnar, það er einhver svona veraldleg gildi, að svona hlutlaust samfélag. Hann sagði, það er ekki rétt. Við búum í heiðnu samfélagi, en kirkjan er veraldleg. Ég var svona smá stundarleg, þetta var nú svolítið neikvætt. En svo fór ég að hugsa, nei, eina fólkið sem lifir samkvæmt þessum gildum sem við meðtekið, að þú er ekki að tróða trúðinu upp á aðra, þú er ekki að svona bladra, þú er alltaf að virða skoðanir annarra. Það er aðalega bara kristna fólkið. Við erum alltaf rosalega tillitssöm, já, við erum hérna 200 foreldrar sem viljum gjarnan að það fái að starfa djákn í skólanum okkar sem foreldri borgar fyrir og þau börn sem vilja mig að leita til, en þú ert eitt foreldri sem átt eitt barn og átt að móti því, ok, þú vinnur. Já, ok, ég veit það ekki. Svo að við erum umburðarlynd gagnvart þér, en þú þarft ekki að vera umburðarlyndur á móti. Kirkjan bakkar, vitið, kristnir bakka. Þetta var ekki ríkisreikið, það var mamma í skólanum, þetta gerist í mínu bæjarfélagi, í Garðabæ, vitið, og foreldri sem var á móti er í forsvari fyrir ónefnt lífsskoðunarfélag, sem er ekki lífsskoðunarfélag, en er tímalaust radical fundamentalist, name it, vitið. Og það var bara, já, ekkert mál, umburðarlyndi. Ekki umburðarlyndi. Kirkjan hefur meðtekið þetta. Við erum svo umburðarlynd, við ætlum ekki að tróða trú okkur upp á neitt. Við ætlum bara að þegja. Við trúum bara í hjartanu. Kannski ef fyrir uppskurð þá sé það einhver. Þetta er frelsað hjarta. Nei, veitir. Samfélagið er bullandi heiðið. Þá það er gildismat sem er verið að tróða inn allstaðar. Það, frelsi til trúar er ekki frelsi frá trú. Það er það sem er verið að tróða upp á okkur í samfélaginu í dag. Að íþróttafélög, að skátar, að björgunarsveitir, það með að allir fá að auglýsa sitt starf í skólunum en ekki trúfélög. Það er trúboð. Trúfélög eru hættuleg. Trúfélög eru bara fyrir fullorðna. Kirkjukórar, brother please, það er bara stórhættulegt. Þó svo að foreldrar þurfa að skrá börnin síðan hvað sjálfur sitið. Það er bara, nei, þeir fá ekki auglýsa í skólanum, því það er hættulegt. Vitið þið, vinir, þetta er boðun. Þetta er gildismat sem er verið að leggja í börnin okkar. Vitið þið, við erum sekular. Við virðum, já, við ætlum að virða. Við ætlum ekki að tróða upp á. Þjóðfélagið, það er bara, það er eins og þeirra búið til svona foie gras, það er bara tekið og tróðið honni í gæsina, það er bara þannig. Það er verið að tróða gildismat upp á okkur. Þjóðfélagið er trúað, en kirkjan er veraldleg. Af því við ætlum bara að trúa í hjartanu. Trúin er einkamál. En við erum eina fólki sem trúið því. Og það er ekki einu sinni biblíulegt. Því að næsta þess
ef við lesum áfram, það var ekki bara svona random ég að fara út á hliðarspor. Næsta vers segir, hver sem á hann trúir verður aldrei til vansæmdar, í þess engin munur á gyðingum og Grikkjum, hinn sami drottinn allra, fullríkur fyrir alla sem ákalla hann, því að hver sem ákallar nafn drottins verður hólpinn. Þetta einfalt. Hver sem ákallar nafn drottins verður hólpinn. Skiptir ekki máli hver þú ert, skiptir ekki máli hver bakgrunnur þér, skiptir ekki máli hvað þú hefur gert eða ekki gert, hversu góður þú ert eða hversu slæmur þú ert, ákallaðu drottinn og þú verður hólpinn. Hann fullríkur fyrir alla sem ákalla hann. Þetta einfalt, ekki satt. En hvernig virkar þetta? Vers 14. En hvernig eiga menn að geta ákallað þann sem þeir trú ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra á þess að einhver prediki? Einhver búinn átt að sjá í hvað átt þessi predikun að fara? Hvernig og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra sem boða fagnaðarerindið hið góða. Kjarnaatriði. Hjálpræði kemur af trú, eða ekki? Án trúar ómögulegt að þóknast Guði, því hver sem á hann trúir verður að trúa hann sér til og umbunið þeim hans leita. Hebreabréfið. Án trúar, trú grundvöllurinn. Og samkvæmt þessu kemur trúin hvernig? Hún kemur að því að random hjörtu, að því að það var einhver sem sagði engum frá. Þá eignaðist einhver annar trú. Nei, það gerist ekki þannig. Trúin kemur þegar kirkjan þegir. Nei. Trúin kemur þegar kirkjukórar fá ekki að auglýsa í skólum. Og það fyrir mér, það á að vera svona hvatning fyrir okkur. Já, við verðum bara að gera þetta sjálf. Yes. Þegar kirkjan á mesta vaxtarskeiði sínu í frumkristninni var kirkjan ólögleg. Vitið, kirkjan hefur alveg plumað sig mjög vel á jaðri samfélagsins áður. Eða plumað sig best þar, vex hraðast þar, bara biðjum fyrir kirkjan verði gerð ólögleg á Íslandi. Nei, kannski ekki. Trúin kemur af boðuninni. Hann kemur bara þannig. Þetta ekkert flóknara. Trúin kemur ekki þegar við erum ótrúlega bara góð og ég veit ekki, bökum kökur, það gott að baka kökur. Trúin kemur af boðuninni. Og það saga, það varst á Alfa síðustu viku, byrja að fyrirgefa. Saga það var kristniboð, það fræg setning, heldur Francis of Assisi sem sagði, boðið fagnaðarerindið öllu mannkenni, notið orð ef þið nauðsynlega þurfið. Og punkturinn sem sagt, já, þú að lifa fagnaðarerindið. Og það er góður punktur. Og það saga til, ég held sér sönn, af kristniboða sem fór til Kína og hann tók þetta bókstaflega. Hann fór í þetta samfélag þess að með Jesús, þetta var fyrir löngu síðan. Jesús var ekki þekktur, það var ekki búið að gera kristni bannaða ennþá og hann ætlaði bara að lifa eins og Jesús, lifa kristnu lífi og fólk myndi bara það eitthvað í augunum á þér. Eða raddblærinn, fólk ætti bara að fatta. Og eftir heilt ár, þar sem hann var búinn að, ég veit ekki hvað hann gerði til að lifa eins og Jesús, hann var ekki að lækna sjúka, það mjög vitandi, það var bara eitthvað, lifa rosalega kristnu lífi og kannski var ótrúlega mikið einn að biðja, ég veit það ekki. Það kemur maður til hann og segir, veistu, ég þarf að tala við þig, það mikilvægt. Og hann hugsa með sér, ok, nú eitthvað að gerast, bara einrúmi, það eitthvað út af lífið þínu. Hann bara, já, þetta allt að gerast. Svo bara hittast þeir undir 4 augu og segir, ég verð bara að spyrja, ég fylgst með þér svolítinn tíma og ég sé að þú ert ekki eins og allir aðrir. Hinn bara fann að skrifa bréfið heim í huganum, bara vakning komin. Og bara, veistu, og ég hef verið að velta svolítið fyrir mér og mér langar að spyrja þig. Ertu grænmetisæta? Og þá held ég að hafa hugsað, já, kannski þarf ég bara að tala líka. Kannski þarf ég bara líka að segja frá. Kannski kemur trúin af boðuninni. Kannski ekki bara nóg að ég sé eitthvað einn að lifa kristnu lífi og segja einhver frá. Kannski þarf ég bara líka að tala. Orð og hegðun þurfa að fylgjast að, vissulega. Neist, það við vitnum aftur í Kína er smátæki. Lífið þitt hrópar svo hátt að ég heyri ekki hvað þú segir. Veitið, það verður að vera saman, en það verður að fara saman. Það verður að vera orð líka. Við megum ekki láta einhverja misskilda pólitíska rétthugsun þagga niður í okkur. Við erum þau einu sem þegja. Þögnin líka boðun. Veitið, þögnin líka gildismat. Að þegja líka ákveðin boðun. Þannig við getum bara valið, ætlum við að boða það að kristni sé eitthvað sem það á að skamma sín fyrir, að trú sé eitthvað sem svo hræðilega skammarlegt að þetta sé bara svo að sýna fólki óhrein nærföt, bara ég trúi þessu,
bara farðu með þetta heimtíðin. Það er ekki þannig. Ætlum að taka undir það gildismat með því að þeir, amen, einn hvítisnummarinn á fremsta bekk. Og bara, Við þurfum að tala og við þurfum að segja frá. Og það er ekki bara einhverjir örfáir útvaldir sem hafa þá gjöf. Þetta er okkur öllum gefið og okkur öllum ætlað. Og við lesum vers 18, vers 16 og 18 til 21, ég get ekki að fara í þau svona ítalega, þá er það tikið fram, versi 16, en ekki tóku allir við fagnaðarerindinu. Okkur er ekki falið, þetta er alveg eins og frábært þegar það eru sumar predikanir sem aðrir hafa predikað, sem hafa heyrt í gegnum tíðinni, sem hafa manni í mörg ár. Ég man þegar Niklas Pjensó var hérna með okkur á haustmóti og hann predikaði við misskiljum. Jesús segir leitið. Við höldum okkur sér ætlaði að finna, en hann segir bara leitið. Við höldum að við erum að opna hurðina, hann segir bara knýið á. Við höldum að við þurfum að frelsa allan heiminn, en hann segir bara boðið. Boðaði fagnaðarerindið. Fólk mun segja nei. Fólk mun hafna þér. Fólk mun skrifa eitthvað ljótt þig á devaf. Og svo koma kommentin og það er ennþá verra. Það verður alveg mótstaða. Og það er fólk sem mun bara móðgast ef við séum almennt að tala trú, að við séum að segja að Jesús sé eina leiðin, hvílíkur hroki. Veist þú bara betur en allur heimurinn? Það sem ég fyndið í ljósi þess að þeir sem eru svona trúlausir eru miklu meiri minnihluti og það er alveg frekar þeir sem segja það. Alltaf með það. Það er svona, hvílíkur hroki. Ætlar þú bara að segja mér hvernig ég á að lifa? Veistu það? Nei. Ég er bara að segja þér að Guð er til og hann er góður og Jesús er leiðin. Þú ræður hvað þú gerir við það. Okkur er ætlað að boða og veistu það, þetta er svo einfalt. Það er alveg ótrúlegt. Þetta er svona efnafræði tilraunir, þú setur eitthvað í og það verður efnahvarf. Fagnaðarerindið er fáránlega einfalt. En þegar þú boðar það, þá verða efnahvarf í fólki. Og annarkvort verða þau jákvæð eða neikvæð. Það er bara svoleiðis. Páll postuli lýsir þessu, hann segir við ferðumst allt og við erum ilmur af Kristi. Sumum er það ilmur til lífs, en öðrum er það dauðn til dauða. Sama lyktin, þetta er eins og bara að þorláksmessu. Fyrir sumum, ilmur til lífs, öðrum dauðn til dauða, skiljiði. Sumir eru jólin eru komin, aðrir eru dagurinn sem ég vildi ég geti bara verið í dái. Sama lyktin, ég er svo sem ekki, það var samt ágætis dæmið ekki, verðum að vikina það. Sama lyktin, gjör ólík viðbrögð. Sami boðskapurinn, sumir taka fagnandi. Sumir bara, þeir frelsast og regnast líf og þetta er gleði, aðrir, þeir verða bara brjálæðir og þeir hata þig og þeir eyða þetta á Facebook. Það er bara... Já, en hver getur predikað ef mann sé sendur? Og hver er sendur? Vissulega, við eigum að senda út trúboða og kristnibóða sem söfnuður algjörlega. En er það bara þeir sem að segja frá? Í Jóhannesar Guðspjalli, nákvæmlega. Fremsti bekkurinn er að standa sig hérna. Það er... Í Jóhannesar Guðspjalli, 20. kafla, versi 21, er Jesús að tala við sína lærisveina. Og það segir, þá sagði Jesús aftur við þá, friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, meðtakið heilagan anda. Það verður ekki mikið sterkara þetta. Eins og Faðirinn sendi mig, eins sendi ég yður. Og Jesús, það voru margir sem tók honum fagnandi, en það var líka margt rosalega ljótt sagt hann. Það voru margir sem voru rosalega ósanngjarnir við hann. Við skulum ekki gleyma að hann var tekinn af lífi, vitið þið. En hann fékk uppreist æru á endanum. Og áhrifa boðunar hans gætir ennþá. Eins og Faðirinn sendi mig, eins sendi ég yður, meðtakið heilagan anda. Postulasagan 1. kafli, 8. vers, loka orði Jesú í frásögn Lúkasar. En þér munu öðlast kraft, heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endamarka veraldarinnar. Ég úthelli sama anda og ég er undir. Sami andi og gaf þjónustu Jesú Krist kraft. Honum er úthellt yfir kirkju hans. Til þess að við förum og séum vottar Jesú Krist, vitni hans, boðberra hans. Í Jerúsalem og Júdeu, þar sem við búum,
í Samaríu, fólki sem býr mjög nálægt okkur, en af þjóðfélagslegum ástæðum eru ekkert mikill samgangur, veitir. Fólki sem það er einhver spenna þarna á milli, svona jaðarhópar, allt til endamarka veraldarinnar. Við höfum að boða Jesú Krist heima, í nágrenninu, í næsta hverfi, og til Kína og Tælands og Kúbu og Rússlands, allstaðar. Við höfum að boða Jesú Krist. Ef kirkja Jesú Krist ætti sér eitthvað svona mission statement, að það væri eitthvað eitt við öll fyrirtæki og samtökar og sem ekki tísku núna, þess að stefnumótun að vera með eitthvað. Ég held að kirkja Jesú Krist ætti þetta statement, ætti þessa yfirlýsingu, markmiða yfirlýsingu, að boða fagnaðarerindið Jesú Krist sem líf okkar endurspeglar. Þetta er tilvistar grundvöllur kirkjunnar. Við erum til í þessum eina tilgangi, boða fagnaðarerindið Jesú Krist sem líf okkar endurspeglar. Við endurspeglum hann og við boðum hann. Punktur. Við erum ekki hérna til að okkur líði vel. Við erum hér til að klappa okkur stöður á bakið. Búa til skemmtilegt félagslíf. Við erum gefa út frábærustu Hillsong-diskana. Við erum ekki boða Jesú Krist og endurspegla hann. Punktur. Til þess erum við. Og það er á að vera kjarninn í öllu sem við gerum. Og aftur, lokaorðið Jesú Krist, eins og Matteus segir frá því, Jesús kom til þar og talaði við þá og sagði: allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að læra sinni. Skýrið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið þér. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Tókuð eftir því að í öllum þessum, ég las 3 dæmi þetta, það eru fleiri. Í öllum tilvikum segir Jesús: ég er með ykkur, ég gef ykkur kraft, ég gef ykkur anda minn, farið út. Ég er með ykkur. Hvítasunnu vakningin á sér ekki rætur í því að fólki hafi fundist leiðilegt í kirkju og vildi hafa skemmtilegra. Hvítasunnu vakningin á sér ekki rætur í því að einhverja sagt: þetta er svo leiðilegt, á ég ekki verið að upplifa eitthvað geðveikt. Hvítasunnu vakningin var ekki: vímuefni heimsins eru leiðinleg. Getur ekki Guð gefið með einhverja himneska vímu? Það er ekki hvítasunnu vakningin. Hvítasunnu vakningin var: það á eftir að boða trúna svo víða. Akarnir eru hvítir til uppskeru og þetta er óvinnandi verk. Er ekki eitthvað í orði Guðs sem getur gefið okkur kraft til að fara út og gera þetta? Er ekki eitthvað sem Guð hefur gefið okkur sem gerir okkur kleift að boða Jesú Krist allstaðar? Og menn sáu, bíddu nú við. Hann talar heilagan anda. Hann talar kraftinn sem var yfir þjónustu og lífi Jesú Krist til þess að við færum út. Og þá var fólk að leita sig: Guð, við viljum fara, gefðu okkur þennan kraft. Og vitið hvað gerðist? Guð heyrði bænina. Og stærstu kristniboðshreyfingu í sögu mannkynsins. Stærstu kristniboðshreyfingu í sögu mannkynsins var hrint af stað. Og það voru ekki menntuðustu trúboðarnir. Það voru ekki ríkustu kirkjurnar. Það var ekki fólk sem vissi eitthvað menningarlega mannfræði. Það var bara venjulegt fólk sem upplifði brennandi neyði við því að þúsundir dæju á hverjum degi að einu sinni heyrt Jesú Krist. Og þetta fólk fór um allan heim og það gjörbreytti heiminum. Helmingur allra hvítasunnumanna í heiminum í dag, og hvítasunnumenn eru stærsta mótmælendahreyfingin í heiminum og það er svo hraðast vaxandi grein kristninnar. Helmingurinn af þessu fólki, og við erum að tala um 100 milljóna, tilheyrir kirkjum sem skandinavískir trúboðar stofnuðu. Skandinavar eru ekki mjög fjölmennir svona í alheims samhengi, en það kviknaði eitthvað. Á krepputímum á Norðurlöndum, þegar var erfitt og þá voru skandinavar. Og við erum nú ekki fræg fyrir að vera mest lifandi fólkið. Þau stofnuðu kirkjur í Brasilíu, og kunni enginn að dansa samba. Þau stofnuðu kirkjur út alla Evrópu, og út alla Evrópu finnur kirkjur sem heita Fíladelfía. Af því að skandinavar hlýddu kallinu og fóru út og boðuðu Jesú Krist. Og það er ákveðin blómatími í sögu Norðurlandana, hvítasunnuhreyfingu Norðurlandana. Og vitið, hann helst algjörlega í hendur við blómatíma í kristniboði og trúboði og lífi heima fyrir. Og ég heyrði það líka, þess að við vittum aftur í Noreg, þá var einhvers að tala um kirkjur og fjármál. Ég hugsa að þetta þarf ég að skrifa niður á svona gullplatta og gefa rekstrarstjórninni. Levi Petrus sagði einhvern tímann að þegar að gekk illa í, hann skrifði ykkur endurbindingum, að þegar fjárhagur kirkjuna var mjög slæmur, þá sagði hann:
nú þurfum við að senda svona 2 fjölskyldur viðbútt út á kristniboðsagurinn. Við eigum svo lítinn pening að við þurfum að senda fleiri kristniboða. Þá kemur blessun. Þegar við gefum, þá blessar Guð. Heyrðu, það vantar meiri meðbyr. Heyrðu, við þurfum meira kristniboð. Við þurfum að senda mér hákum. Mér fannst það mjög fyndið. Mér fannst það svolítið svona alveg, já, ekki mjög lógist. En þetta fungeraði. Þetta virkaði. Philadelphia í Stokkólmi var stærsta kirkja í heiminum á tíma. Boðun er kjarninn í öllu sem við eigum að vera sem kristifólk og sem hvítasunnumenn. Boðun er ekki valfag í skólalífsins. Boðun er kjarnafag. Boðun er það sem að heldur í okkur lífinu eða veldur því að það verður engin næsta kynslóð til að halda starfinu áfram. Og boðun er eitt af því fáa í Biblíunni sem að okkur er heitið. Þetta gerið þið ekki ein. Þegar þið gerið þetta, þá er kraftur Guðs með. Allt vald er mér gefið á himni og jörð. Farið því. Þannig sendir Jesús okkur út. Ég hef allt vald á himni og jörð og ég er með ykkur í þessu verkefni. Boðið því, segið því frá, vitnið því. Og við þurfum að gera það þar sem við erum. Við þurfum að gera það í vinnunni, í skólanum, á heimilinu, ekki síst. Og ég fyrir allra helst, vitið, Gamla testamentið, lestu það, önnur hver blaðsíða, segðu börnunum þínum frá því sem Guð hefur gert. Þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú ert heima hjá þig, þú ert að elda, það er bara allar hugsanlegar kringumstæður taldar til. Þegar þú ert meiddur í vinstri fæti, það er allt talið upp, svo á næstu blaðsíðu. Og ekki gleyma, segðu börnunum þínum frá. Trúboðssamkvæmi númer 1, það er heima. Það er trúboðssamkvæmi númer 1. Trúboðssamkvæmi númer 2, það eru vinir, það eru ættingjar, það er vinnustæður. Ég er ekki að tala um að vera óþolandi. Ég er ekki að tala um að vera einhver sem er bara alltaf tróðið einhverjum smáruðum upp á fólki. Vera rödd Jesú Krists. Segja frá Jesú. Heyrðu, gengur illa á ég að biðja fyrir þér. Ég hef ekki lent í því ennþá að ég bjóð einhverjum fyrirbæn og hann segir nei. Ég hef ekki lent í því ennþá. Trúleysingjar, búddistar, múslimar, það segja allir já. Í Alþjóðakirkjunni hitti ég alls konar fólk, þangað koma meðan annars stundum múslimar. Ég hef ekki ennþá hitt múslima sem þiggur ekki fyrirbæn í Jesú nafni. Og ég hef meira segja upplifað það að þeir biðja mig að fyrrabragði, viltu biðja? Vegna þess að þeir finna það þegar þetta kristna fólk biður, þá upplifa eitthvað sem þau upplifa ekki þegar þau biðja sjálf. Merkilegt. Heilagur andi, hint. Vitið, boðun. Ekki vera, þannig getur verið vitnisburður. Get ég hjálpað þér? Get ég blessað þig? Get ég beðið fyrir þér? Get ég endurspegla Jesú Krist inn í lífið þitt? Og sagt þér frá honum í leiðinni. Og af því að þegar kemur áskorun, þá finnst mér að við erum að hjálpa fólki að finna leið til þess að taka henni strax. Það er örugglega fólkið inni sem þú þekkir ekki. Þegar samkoman er búinn, ekki fara beint og tala við vin þinn. Ekki fara beint að þú veist að það eru kökur niðri og vera fremstur í röðina. Finndu eitthvað sem þú þekkir ekki og bjóð það velkominn. Taktu vel utan hann. Og til að uppbjóra þig, rannsóknir hafa sýnt. Fólk sem kemur í kirkju í fyrsta skipti, það er yfirleitt farið út eftir 3 mínútur. Þannig að þú þarft ekki að tala lengi. Nei. Og það ert í þetta fyrsta skipti, verður lengur í 3 mínútur, það eru kökur niðri. En vitið, litlir hlutir, vera vinaleg, þar sem við erum, taka vel á móti fólki, endurspegla Jesú Krist. Við skulum enda á því að biðja saman. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert með okkur. Þakka þér fyrir að Jesús að fagnaðarerindið er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Og ég biði fyrir mér og ég biði fyrir áheyrendum mínum öllum, þeim sem er hérna inni og þeim sem er að hlusta Drottinn minn. Faðir, viltu gefa okkur náð til þess og gefa okkur þá djörfung sem að þinn heilagi andi heitir okkur, Drottinn, sem að er í þínum heilagi anda, að vera vottar þínir þar sem við erum, að boða Jesú Krist, ekki bara með því að vera kristinn í okkar engalífi, heldur með því að opna munnin og með því að leyfa fagnaðarerindina að heyrast, sama hvar við erum, sama hvert við förum, og treysta því að þú segir Jesús að við höfum ekki að hafa áhyggjur af því hvernig við höfum að svara þegar fólk spyr okkur. Þinn heilagi andi mun gefa okkur orð að mæla þegar við þurfum á því að halda. Og ég biði Jesús, viltu gera okkur að boðandi fólki, hjálpa okkur að boða þig, að segja frá þér, og ég þakka þér fyrir að þegar við gerum það, þá fáum við að sjá hluti gerast. Við sjáum að fá fólk frelsast, við finnum að það kemur kraftur, og þegar við boðum þig og biðjum að þá gerast undur, Drottinn minn. Þakka þér fyrir það heilagi Faðir, að við fáum að sjá líf á Íslandi þegar kirkja þín fer að boða þig, þegar við rísum upp úr þessum höftum sem við einhvern veginn ómeðvitað höfum gengist undir og við höfum bara þagað
og við höfum leyft að þagga niður í okkur Drottinn. Hjálpa okkur að boða þig, Jesús, að segja fólki frá, því þetta er of dýrmætt. Þetta er of dýrmætt, Drottinn, til þess að fólk fá ekki að heyra. Og ég þakka þér fyrir þessum einfalda boðskap, þá gerast kraftaverk. Í Jesú nafni. Amen. Og mér langar að hvetja þér svo oft sem maður talar þetta og fólk segir, já, ég kann ekki að predika. Þú þarft ekki að kunna predika. Já, ég get ekki svarað allir spurningunum. Þú þarft ekki að geta svarað allir spurningunum. Ég veit það ekki, er oft besta svarið. En ef að þú veist nógu mikið Jesú Krist til að þú hafir frelsast, þá veistu allt sem þú þarft að vita. Þú skilur nógu mikið til að þú eigir þetta líf. Það er nóg. Það dugar fyrir næsta mann líka. 2 fiskar og 5 brauð. Guð margfalda. Amen. Það er fyrirbænir inn í hliðasal fyrir þá sem það vilja. Við ætlum aðeins að lofa Guð saman, svo höldum við áfram og lofum Guð. Það er talað með lófaklappi og bumbuslætti og kökuáti. Við ætlum að gera það hérna niðri. Yndislegt samfélag. Guð bless ykkur. Amen. Syngjum saman. Fyrir heitin mér gefin, lífi fullri nær. Þú að gæsku þinni minn faðir, gefur umfram mína bæn. En það eitt nú heitast þráir, í einlægni ég vil. Leið mér unnið þitt að lít og þína dýr. Eiga stund með þér, það er óskin mín eina. Fá að hvíla í þínum faðmi, finna hjartsláttinn þinn faðir. Sér hver dag ég þrái, að dvelja nærri þér. Þar vil ég hvíla, það hjarta mitt er. Fyrir heitin mér gefin, lífi fullri nær. Þú að gæsku þinni minn faðir, gefur umfram mína bæn. En það eitt nú heitast þráir, í einlægni ég vil. Leið mér aulinn þitt að lít og þína dýr. Eiga stund með þér, það er óskin mín eina. Fá að hvíla í þínum faðmi, finna hjartsláttinn þinn faðir. Sér hver dag ég þrái, að dvelja nærri þér. Þar vil ég hvíla, það hjarta mitt er. Eiga stund með þér, það er óskin mín eina. Fá að hvíla í þínum faðmi, finna hjartsláttinn þinn faðir. Sér hver dag ég þrái, að dvelja nærri þér. Þar vil ég hvíla, það hjarta mitt er. Það hjarta mitt er. Amen, við höfum fengið áskorun, frábært orð. Og við skulum biðja hvert sig að Guð megi hjálpa okkur
til þess að vera og stíga út á þetta orð sem að gekk út hér í dag. Það er svo víða þörf og það er svo ótal mörg tækifæri til þess að endurspegla kærleika Jesú Krists með orðum. Látum orðin okkar vera orð sem að byggja upp, orð sem blessa, orð sem að benda leið sem að við vitum að þeir leið til lausnar og leið til hjálpar. Amen. Takk fyrir samveruna í dag, Drottinn blessi ykkur og við höldum áfram samfélaginu hérna í neðri sal og vona að allir finni sér tíma til þess að njóta þess. Drottinn blessi ykkur bara, ég vil minna á miðvikudaginn kemur, bænastund, sem sagt öll dagskrá eftir áramót farin af stað, en á miðvikudögum erum við að biðja sem kirkja og hvet alla til þess að koma klukkan 8 á miðvikudögum. Takk fyrir samveruna og Drottinn blessi ykkur. Amen. Komið að lokum þessara samkomu frá Fíladelfíu í dag á sama tíma og við þökkum þér fyrir að hafa fylgt okkur eftir. Hvort heldur sem í gegnum tölvuna eða útvarpið, þá viljum við benda þér á að þú ert velkomin á samkomu hér næsta sunnudag klukkan 11. Við förum ekki í felur með trú okkar. Við vitum að Jesús lifir. Ég talaði til dæmis við hann í morgun og á sama hátt og hann hefur breytt mínu lífi, þá vill hann líka koma inn í þitt líf og gera ýmislegt gott fyrir þig. Þannig ef þú þekkir hann ekki, eða ef þú þekkir hann og átt í vandræðum með að segja öðrum frá honum, þá langar mig til þess að biðja með þér og við skulum enda með því hér og nú. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert með þeim sem eru bæði að horfa og hlusta. Og nú biði þig Jesús að koma inn í hjarta þeirra. Ég biði Jesús að opna augu þeirra fyrir því hver þú ert og ég biði Drottinn að gefa þeim djörfung sem eiga trú á þig en hafa ekki þorað að tala um þig. Hjálpa þeim að segja frá þér. Og þeir sem ekki þekkja þig, Jesús, vilt þú koma inn í hjarta þeirra, viltu sannfæra þá um tilvist þína og fylla þá af heilugum anda þínum og krafti. Í Jesú nafni. Amen. Velkomin næsta sunnudag klukkan 11, annarkvort í kirkjuna að Hátúni 2 eða á lindin.is. Þá getur þú hort á samkomuna, þú getur líka hort á hana í gegnum Philadelphia.is og svo getur þú hlusta á lindina 102,9 í Reykjavík og ýmsar tíðnir út allt land. Takk fyrir samverun í dag, við kveðjum frá Philadelphia.